Við ætlum að tala bæn í dag og það kannski ekki eitthvað nýtt. Við vorum að syngja hérna Matthíasti og það var einhver sem sagði, og það reyndar kór sem við sungum hérna á síðasta sunnudag, að þá það ákall til Guðs að rísa upp og hlusta, og við vonum Guð að söngurinn okkar blessi þig. Og ég held að sé svolítið mikilvægt fyrir okkur að vita að þegar við lofum Guð, þá erum við að blessa hann. Ef hann blessar okkur, allt í lagi. Ef ekki, þá það líka allt í lagi, af því að þetta snýst að blessa hann. Það nefnilega svolítið, stundum finnst mér öfugt að fólk tala, já, var lofgjörðin góð, festu gæsahúð eða hvað. Við erum hérna til að lofa okkar Guð, hylla hann og vegsama hann, og það okkar bónus ef að hann blessast. Það alveg eins og þegar börnin kom og blessa pappa og mömmu, að þá það alltaf bónus fyrir börnin ef þau geta glatt pappa og mömmu. Amen. En já, það var nú það. Textin okkar í Lúkasar Guðspjalli, en mér langar að hafa hérna smá inngang og bæn. Það eru nokkrir ritningarstaðir og ég ætla bara að fara fljótt yfir það, og það segir biðjið án afláts í Þessalónikubréfinu. Okkur sagt að biðja án afláts. Og síðan segir Jesús, vakið og biðjið í Lúkas. Síðan segir hann Páll, síðan segir hann Júdas við okkur, biðjið í heilugum anda. Þannig að hér bara nokkrir ritningarstaðir bæn. Síðan hann Páll að segja, biðjið fyrir mér, að mér verði gefin orð að mæla, þá ég lík upp munni mínum. Og síðan þegar við erum hvött til þess að klæðast alvæpni Guðs, þá gerum við það með bæn. Við gerum það ekki með höndunum, við gerum það með bæn. Við klæðum okkur í þessi föt með höndunum, en alvæpni Guðs klæðum við okkur í með bæn. Síðan biðjum við landinu okkar til varnar. Og ég trúi því að það sé mjög mikilvægt vegna þess að Guð sagði Esekiel að skipa sér í skarðið og biðja fyrir landinu sínu. Þess vegna trúi ég að það sé mjög mikilvægt að við biðjum fyrir landinu okkar. Og í Lúkas 11 að þá Jesús að kenna bæn. Og versið sem að mig langar samt til að leggja út af í dag þetta í Jóhannes 16, 24. 16:24. Þar segir, hingað til hafið þér einskis beðið í mínu nafni, biðjið og þér munuð öðlast, svo að fögnuður yðar verði fullkomin. Þannig að þetta Jesús að tala. Hann segir biðjið til þess að þér öðlist og að fögnuður yðar verði fullkomin. Þannig að það var ráðlegging frá Jesú Kristi. Við erum ekki að biðja til þess að láta okkur leiðast, við erum að biðja til þess að við fáum bænasvarið og að við getum verið glöð. Ekki yfir því að hafa tapað, heldur hafa sigrað. Amen. Og ég var að horfa á smá viðtal við mann sem satt í Kóreu í fangelsi í 2 ár eða fangabúðum, og hann hafði farið með hópa. Hann var Kóreumaður sem var alinn upp í Bandaríkjunum, og hann hafði farið með 18 ferðir inn í Norður Kóreu með hópa, og hann sagði upp í 300 manns til að biðja fyrir landinu. Af hverju? Jú, hann trúði á að það væri upphafið á að opna Norður Kóreu, að fara með bænahermenn inn
biðja fyrir landinu, fara út á göturnar og lofsyngja. Þegar hann hafði gert þetta í 18 skipti, að þá kom smá babb í bátinn og hann var handtekinn og hann lenti, hann hafði verið með tölvuna sína með sér, þannig að þeir komust í gögnin hans og sáu að hann var missionary. En mér langar að biðja hann Torfa að setja upp hérna mínútubrot úr viðtalinu sem var tekið, það hérna ICC, eða hann heiti Jeff King, og þessi hérna til vinstri heiti Jeff King og það eru samtök sem heita Persecution, það er ofsótta kirkjan sem þeir þjóna til. Okay? Thinking that people in North Korea can be free and they'll be able to worship God again, but yet North Korean governments accused that I brought 300 people from 17 different nations and over 18 different times to bring them in and pray and worship inside North Korea. They took it seriously. They said you were trying to overthrow the government. And they said, if you're trying to overthrow the government, is that what you're saying? Yeah, so if one person become Christian, one will become 10 will become hundreds, and will become 10,000 someday. Do you think they're going to be a threat to us or not? And they took it seriously, and they said, we're not afraid of nuclear arsenal, America, because they will never attack us first unless we fire upon them first. But you, like missionaries coming in, contaminating our, culture, our faith, the virus is spread, and everybody will turn to God, and this country will become a God's country. This is when I felt like the Lord spoke to me through him, and said, yes, one person can change the nation. Prayer can change the nation. Yeah. Amen. Takk. Sjáið þið að norður-kóreísku hermennirnir, þeir höfðu meiri trú á bæninni heldur en mörg okkar. Vegna þess að þeir trúðu því að það gæti breytt þeirra þjóð. Þeir voru hræddari við bænina heldur en við kjarnorkuvopnin frá Bandaríkjunum. Og þeir voru með þetta á hreinu. Einn tekur trú, svo 10, svo 1000 og svo af koll af kolli og það mun taka yfir Norður-Kóreu. Þess vegna voru þeir hræddir við bænina. Og ég hugsaði með mér, ég vildi að við hefðum jafn mikla trú á bæninu og þessir Norður-Kóreu hermenn. En mér finnst það bara gott mér fannst gott að blessaði mig að sjá þetta. Og ég vonaði að uppörfi ykkur líka og kveiki í okkur. Hann var 2 ár í fangelsi og slapp síðan út. Obama kom og sótt hann á sínum tíma. Og þannig að Guð, hann að starfa í Norður-Kóreu og það eru þarna hópar og underground kirkja. En textin okkar í Lúkas, þar sem Jesús að kenna lærisveinunum að biðja, ef við fáum upp fyrst 11. kafli í Lúkas og það fyrsta versið, þá sjáum við að svo bar við Jesús var á stað einum að biðjast fyrir að einn lærisveina hans sagði við hann, þá hann lauk bæn sinni, Herra, kenn þú oss að biðja, eins og Jóhannes kenndi lærisveinum sínum. En hann sagði við þá, þegar þið biðjist fyrir, þá segið, Faðir, helgist nafn þitt, tilkomi ríkið þitt. Gef oss dagvern vort daglegt brauð, fyrirgef oss vora syndir, enda fyrirgefum vér og vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni. Og hann sagði við þá, nú á einhverjar vín, fer til hans miðnætti, segir við hann, vinur, lánaðu mér 3 brauð, því að vinur minn kominn til mín úr ferð og ég hefi ekkert að bera á borð fyrir hann, mundi hinn þá svara inni,
gjör mér ekki ónæði, það búið að loka dyrum og börn mín og ég komin í rúmið. Ég get ekki farið á fætur að fá þér brauð. Ég segi yður, þótt hann fari ekki á fætur og fái honum brauð vegna vinfengis þeirra, þá fer hann samt fram úr, sakir áleitni hans og fær honum eins mörg og hann þarf. Og ég segi yður, biðjið og yður mun gefast, leitið og þér munu finna, knýið á og fyrir yður mun upplokið verða. Því að hver sá öðlast sem biður, sá finnur sem leitar og fyrir þeim sem á knýr mun upplokið verða. Nokkur sá faðir yðar á meðal að hann gefi syni sínum hann biður fiskhöggorm í staðinn eða sportdreka, ef hann biður egg. Fyrst þér sem eru vondir hafi vita á að gefa börnum yðar góða gjafir, hve miklu fremur mun þá faðirinn himneski gefa þeim heilagan anda sem biðja hann. Amen. Og það hérna fyrsta versið að það eitthvað við að sjá Jesú biðja, að þeir eru þarna samankomnir og einn lærisveinanna að segir þá kenndi okkur að biðja. Það eitthvað sem að þegar þeir sáu Jesú biðja, þá skapaði það þrá í hjörtum lærisveinanna að læra að biðja eins og Jesús bað. Vegna þess að það var eitthvað sem þeir sáu að við samfélagi sem hann átti við föðurinn, það var eitthvað við þetta að þeir vilja læra að biðja eins og Jesús bað. Þá langar að eignast þetta samfélag við Guð sem Jesús átti. Og síðan biðja þeir hann, kenndi okkur að biðja. Og hann byrjar á að segja að þeir geti tala við Guð sem föður, og það er svolítið athyglisvert á þeim tíma að þá fannst fariseumunum það vera guðlast að kalla Guð föður. Þeir sögðu, þið heyri guðlastið, og það var að því að Jesús talaði Guð sem föður sinn. Og hvernig við tölum við Guð sem föður að það kannski hneykslar jafnvel enn suma í dag. Ef við myndum setja hérna næsta sunnudag upp auglýsingu og segja Snorri, sonur hins lifanda Guðs, tala til okkar Guðs orð, að þá myndi það eflaust hneyksla einhverja. Þetta gerði Vilji Hansen fyrir mörgum árum á Nýja-Sjálandi og það var svona, það olli hneykslun af því að fólk, þeim fannst þetta svolítið sterkt í árinni tekið, alveg eins og fariseumunum. Og mest er svolítið skrítið, af hverju geti ekki sagt Kristinn, sonur hins lifanda Guðs. En Jesús, hann kendi okkur að líta á Guð sem föður. Og síðan byrjar hann að kenna þeim þessa bæn sem við þekkjum svo mörg að heiðra Guð. Við byrjum bænina á að heiðra Guð og síðan skoðum við hjart okkar og athugum hvort það eitthvað sem við þurfum að fyrirgefa, og það er svo gott að koma fram fyrir Guð. Þetta er kennsla Jesú á þann hátt að við erum öruggum að við séum hrein og lýtalaus frammi fyrir honum. Og síðan það sagan þarna í versi 5-9 að það er maður sem kemur og hann að biðja brauð fyrir annan, og það getum við sagt, táknmynd upp á fyrirbæn. Hann að biðja fyrir annan og hann gengur svona ekstra míluna að vekja upp vin sinn til að biðja fyrir vin sinn. Og sagan segir að hérna á þessum tíma þá voru svona kannski eins og á Íslandi í gamla daga baðstofur og það sváfu allir á sömu hæðinni, og þannig að banka þarna að það var svona svolítið auðmýkjandi að vekja alla og til þess að fá sínu fram. Og Jesús að leggja hérna áherslu á það að stundum þurfum við að auðmýkja okkur sjálf til þess að fara inn í þessa fyrirbæn. Þannig að sagan táknræn fyrir fyrirbæn, þar sem einn biður fyrir annan, en svo koma vers 9-13 og þá kemur þessi klausa: biðjið og yður mun gefast. Og þegar ég var að lesa þetta, þá
þá sko biðjið yður mun gefast, leitið og þér munu finna, knýið á og fyrir yður mun upploki verða, að þá kemur þessu klausa að þú öðlist og hérna eitthvað sem að sumir myndi segja, já, bara þetta ekki mín upplifun, ég búin að prófa. Og ég veit ekki hvað ég hef oft hitt fólk sem segir þetta ekki mín upplifun, það búið að biðja og það bara gerðist ekkert. Og það þess vegna sem Jesús var að kenna þeim að biðja. Sjáðu til, það skiptir máli í fyrsta lagi að við höfum trú og við höfum það sem til þarf til að vinna sigur í bæninni. Vegna þess að þetta fyrirbæn stundum meira heldur en bara halló pabbi, komdu. Fyrirbæn sem sagt, hún hvílir á okkur. Guð sagði okkur að biðja af því að við erum sendiráðið hérna á jörðinni og við sjáum þetta á jörðinni. Við fáum það sem við þurfum frá honum en það undir okkur komið að gegnum brotið verði. Og hvernig getur þú sagt það? Jú, sagan Daniel í Daniels bók, þar sem að hann biður í 21 dag og hann í raun og veru kemur því til leiðar að engillinn vinnur sigur í andaheiminum. Af því að það þurfti einhvern frá sendiráðinu á jörðu til þess að gefa samþykki og ákalla frá jörðu og opna leiðina til þess að engill Guðs kæmi til jarðarinnar. Og það tók 21 dag og það eru margir sem hefðu kannski gefist upp á fyrsta degi í sporum Daniels. Og þess vegna svo mikilvægt að við lærum að biðja. Það segir, einhver sem hindrar, ég skrifa hérna, hefur einhvern tímann spurt þig af hverju fekk ég ekki svar, af hverju læknast ekki allir og af hverju virðist himinin lokaður? Jú, það einhver sem hindrar. Og sagan hann Daniel segir okkur vel frá því. Það þegar við byrjum í bænahernaði og bænalífi, þá fáum við árásir á okkur. Ég þekki bænahermann sem út í Indlandi sem búin að vera í bænastríði í 50-60 ár og það eru stöðugar árásir ekki bara á hann, heldur á fjölskyldans, sjúkdómar, alls konar veikindi og alls konar hlutir, af því að hann að brjóta land og taka stöðulega land fyrir drottinn. Ég veit ekki hvað eru margar kirkjur sem hafa risið í gegnum hans þjónustu, en það ekki mótstöðulaust. Óvinurinn kemur stöðulega gegn honum. Og það svo auðvelt, systkini, og ég veit það sjálfur, að missa trúna, missa kjarkin, missa móðinn þegar þú sér. Og ég skrifaði hérna einhvern tímann að ef ég ætti bankahólf og ég færi daglega í bankan að sækja það sem ég þyrfti og allt í lagi, en svo einn daginn kem ég og þá eru vopnaðir menn og þeir hindra mig í að fara í bankahólfið mitt og ég kemst ekki. Hvað geri ég? Og kannski gefst ég upp, kannski kalla ég á lögregluna og lögreglan kemur og hún ekki vopnuð, þannig hún getur ekkert gert. Og ég spurði, samsvörun hérna? Mér fannst ég upplifa samsvörun að þetta með lögregluna eða kirkjuna, að hún hafði ekki, hún óvopnuð og hafði ekki það sem þurfti gegn hryðjuverkamönnunum. Af því að okkur vantar stundum þarf að kalla sérsveitina. Sjáðu til að það stundum bænamenn sem áorka og ná í gegn því sem við náum ekki. Og ég sagði ykkur daginn að það var einn bróðir okkar í kirkjuleikjakoti einu sinni og hann var að segja, ég var að biðja fyrir konu, frændi þinn Snorri, og ég var að biðja fyrir konu og það bara gerðist ekki neitt og svo kom hann Daniel glad og hann sagði, ó, drottinn, og þá bara losnaði allt, sagði hann. Að þarna var maður sem átti samfélag við drottinn og hann var svona, já, svolítið sérkennilegur og talaði svolítið sérkennilega, en kraftur Guðs var með honum, hann þekkti sin Guð og hann sem sagt, já, skammaði sín ekki fyrir að vera sá sem hann var og það kom gegnum brot. Þannig að
Jesús segir líka við lærisveina sína, við höldum áfram hérna í kaflanum, að þegar sterkur maður, alvopnaður, er búinn að taka bankahólfið þitt og þá bara hefur hann það í friði. Þetta stendur ekki alveg svona, ég bæti því inni. Þegar sterkur maður alvopnaður varðveitir hús sitt, þá er allt í friði. En ráðist annar honum sterkari á hann og sigri hann, tekur sá alvopni hans, er hann treysti á og skiptir herfanginu. Og Jesús er hér að í samhengið í kaflanum er að hann var að reka út illa anda. Og hann er að segja þeim að það ríki sem hann starfa fyrir er sterkara heldur en ríkið sem illu andarnir koma frá. Og hann er þessi sterki sem kemur og yfirvinnur hinn sterka. Og það er okkar þjónusta í bæninni að gera það sem Jesús gerði. Amen. Að við biðjum til þess að fá svar svo að fögnuður okkar verði fullkominn. Og mér er svo frábært þegar við sjáum fólk læknast. Það er sorglegt að við sjáum fólk ekki læknast. Af því að þá er ekki fögnuður okkar fullkominn. Fögnuður okkar er fullkominn þegar við sjáum Guð starfa á meðal okkar. Amen. Þannig að í bæninni þá bíða fyrirheitin uppfyllingar. Sjáðu til, við erum með loford. Hann bar mein vor, hann bar sjúkdóma vora og svo framvegis. Í bæninni fær þetta vers uppfyllingu. Ég sé versið, en það virkar ekki. Og þess vegna þarf ég að biðja þetta fyrirheit, og það má segja að Watchman Nee, hann orðaði þetta svona. Allt það sem Guð hefur lofað, það greiddi Jesús fyrir. Og heilagur andi, hann færi þér það. Þannig að það er í bæninni sem að þessi hlutir koma til okkar. Og þess vegna er svo gott að biðja Jesú að kenna okkur að biðja. Það er gott að læra af öðrum, en ég var að segja við hann Þóri, nú erum við búin að hlusta hérna á kennslum lækningar 17 lestra. Og hann er með þetta á hreinu, hann er að ná árangri. En af hverju náum við ekki? Nú þurfum við að fara og taka það sem við erum búin að læra og byrja að nota það og byrja eins og hann byrjaði og síðan koll af kolli. Við þurfum að það er í bæninni sem að fyrirheitin fá uppfyllingu sína. Það er líka í bæninni þar sem að ríki Guðs bíður þess að koma. Við biðjum, komi ríkið þitt. Ríkið kemur þegar við biðjum. Það bíður þess að koma, það bíður þess að fá fyrirbæn, það bíður þess að við köllum það inn. Og það er eins með dýr Guðs, hún bíður þess að opinberast í bæninni. Dýr Guðs bíður þess að opinberast í bæninni. Við biðjum og allt í einu upplifum við dýr Guðs er komin. Salomon bað og það kom ský og fyllti mustyrið, hann mátti ekki innganga. Dýr Guðs kom yfir mustyrið og það var í gamla sáttmála. Kenneth Hagin, hann segir okkur frá því að hann sá dýrðarskýið stundum koma inn í samkomunnar. Það kom bara eins og ský og fólk upplifði dýrð Guðs og fyrirheitin byrjuðu að rætast. Og það er eitt sem að einhver sagði, og ég ætla að segja einhver sagði af því að þú getur kannski fundið út að ég hefði rangt fyrir mér. Það var betra að segja einhver sagði heldur en að ég segi það. Einhver sagði, Jesús kendi aldrei lærisveinunum að predika. Ef þú finnur það í Biblíunni þá bara sýnir mér það á eftir. En hann kendi þeim ekki að predika en hann kendi þeim að biðja. Hitt kom að sjálfu sér. Og mér svo skrítið að einhver gaf mér bók með svona predikunum og hann sagði það er stundum gott að, ég meina, ef þú þarft að tala á hverju sunnudegi, þá er gott að hafa bara tilbúna predikun. Það er eins og að fara út í búð og kaupa lasagna í umbúðum og allt það. Sjáðu, fyrir mig, ég get ekki tala nema það sem að Guð gefur mér og þegar ég er að lesa orðið og þegar ég get ekki gefið ykkur eitthvað sem einhver annar er búin að matreiða, ekki frekar en að Davíð gat farið í fötin hans Sáls. Davíð vildi bara hafa sína slöngu, þó það væri bara einfalt
og bara hrátt og það var nóg til að drepa Filistan. Þannig að þetta bænalíf, okkur er sagt að vera stöðug í Kólussubréfinu og staðföst í bæninni, stöðug og staðföst. Og í Lúkas 18:1 þá er Jesús áfram að kenna bæn og hann segir í fyrsta versinu, þá sagði hann þeim dæmisögu það hvernig þeir skyldu biðja, hvernig þeir skyldu stöðugt biðja og ekki þreytast. Dæmisagan er hvernig þeir eiga að biðja. Þannig að Jesús hann kendi þeim bænina og dæmisagan hérna er ranglandan dómara sem vildi ekki gefa konunni þar sem hún bað en Jesús segir, Guð er ekki þannig, hann stendur með þér, en sagan sýnir okkur samt að það er oft mótstaða þegar við biðjum. Og ég ætla aðeins að bara með þetta að þessi mótstaða ég ætla að lesa hérna enn einu sinni söguna frá honum John G. Lake vegna þess að mér finnst hún lýsa þessu svo vel. Ég er búin að sennilega gefa ykkur hana 5 sinnum og það eru sennilega 5 sinnum búin að gleyma henni. Þannig að nú kemur hún enn einu sinni og þið getið fengið afrit af þessu ef þið viljið. Það segir, það var árið 1913, ég var að halda samkomur í Chicago og ég fekk símskeyti frá spítalanum í Detroit. Sonur þinn Otto er með taugaveikis hittasótt. Ef þú vilt sjá hann, komdu strax. Ég flýtti mér í næstu lest og kom í tíma. Ég bað fyrir syni mínum og Guð læknaði hann á 5 mínútum. Ég var hjá honum í 2 daga eða þar til hann var komin á fætur og búinn að ná fullum þrótti. Síðan líða 5 vikur og allt í lagi, en þá mér til mikilla furðu fæ ég annað skeyti, honum hafði slegið niður og hann hafði fengið hittasóttina á ný. Svo ég sneri aftur til hans og í þetta skipti þá var engin dýrðar uppljómun eins og í fyrra skiptið. Allt var kalt eins og stál og ég var mjög meðvitaður kraft djöfulsins, þessar sterki maðurinn þarna í Lúkas. Og ég gat ekki beðið upphátt. Ég settist niður við rúmið og sagði í sálu minni, jæja, djöfull, komdu þér að verki, dittan ef þú getur. Þetta sagði hann. Og ég satt þar 5 daga og 5 nætur. Hann fékk ekki lækningu samstundis eins og í fyrra skiptið, það var lækningarferli. Þegar sála mín náði sambandi við Guð, vegna þess að sála mín náði sambandi við Guð og hélt fast. Ég satt með munnin lokaðan og yfirgaf ekki rúmið eins og hans fyrir en verki var fullkomnað. Þannig að hér er ein tegunda bæn með lokaðan munnin. Þar sem að þú ert í sambandi við Guð og þú ert þarna bara og segir ég ætla að vera hérna þar til sigurinn er unnin. Og hér er maður sem er búinn að læra af Guði. Svo segir John D. Lake, þú getur læknast á augnabliki í dag og á morgun, en í næstu viku eða mánuði þegar þú þarft á lækningu að halda, þá þarft að sækja hana hægt og rólega. Það er ferli. Þannig að Guð starfar ekki alltaf eins, vegna þess að kringumstæður ekki alltaf þær sömu. Og hér er það sem við svo oft missum mark, segir John G. Lake, í stað þess að biðja aftur á morgun og aftur hinn daginn, þá gefumst við upp. Og hver þekkir þetta ekki? Ég þekki þetta. Við gefumst upp. Og við segjum, það var kannski bara Guðs vilji, þetta bara bla bla bla. Við gefumst upp. Þá gefumst við upp því að lækningin kemur ekki strax, en við ættum að halda áfram það til sá sem við biðjum fyrir er heil eða heill, segir John. Amen. Þannig að það er þetta að vera staðfastur í bæninni og í Korinthubréfinu 10. kafla 4. vers segir að vopnin sem við berjumst með eru ekki jarnesk. Þau eru máttug vopn Guðs til að brjóta
niður vígi. Þau eru máttarvopn Guðs til að brjóta niður vígi. Hugsið ykkur Davíð sem segir þegar allir voru að hörfa og allir voru að gefast upp. Þá segir hann, hver er þessi óumskorni filisti sem dirfist að smána herfylkingar lifanda Guðs? Og ég var að hugsa, við getum sagt þegar sjúkdómar ráðast á okkur, hver er þú þessi óumskorni krabbamenns djöfull sem dirfisnar snerta musteri hins lifanda Guðs? Amen. Það er sama hugsun og hjá Davíð. Við þurfum að vita að Guð er meiri. Guð er meiri en allar tegundir af krabbameini. Guð er meiri en MS. Guð er meiri en sjónskerðing. Guð er meiri. Hann er miklu meiri. Og Jesús sagði, ég vil. Þegar líkþrái maðurinn spurði hann, þá sagði hann, ég vil. Og Jesús sagði okkur að biðja svo að fögnuður okkar yrði fullkominn, þá viljum við gera það. Og við þurfum að uppörfa hvert annað. Og ég kannski er mest að tala til mín, vegna þess að stundum finnst mér bænastríðið ekki hafa gert það sem að ég vænti, og svo les ég Pála, hann barðist trúarinnar góðu baráttu, þar til yfir lauk, og hann varveitti trúna. Og sískinni, það er svo mikilvægt að varveita trúna. Ekki gefast upp, heldur varveita trúna, sama hvað á gengur. Og fyrirbæn, hún er, á enskunni segi intercession until breakthrough. Ég spara túlkinum ómakið. Intercession until breakthrough. Og þegar ég er að hugsa intercession fyrirbæn, þangað til að gegnumbrotið kemur. Ég þurfti einu sinni að skipta headpakningu á gamlum Peugeot sem ég átti. Og þegar ég var búin að því, þá þurfti ég að tíma inn, og það var eitthvað sem gerðist, það bara virkaði ekki. Bíllinn hökti þegar hann fór í gang. Og ég var viss að ég hefði gert þetta rétt. Ég gerði þetta aftur. Ég gerði það aftur. Og ég var búin að gera þetta 4-5 sinnum. Og það var komin annar dagur. Og ég var orðinn þreyttur og leiður á þessu. En svo er það að mér dettur í hug, eða einhver sagði, ertu búin að þjöppumæla hann? Nei, svo ég þjöppumæli. Og þá kemur í ljós að það var boginn ventil. Ég hafði beygt ventil þegar ég setti headið niður. Þannig að oft er það þannig að við einblínum bara á einhvern ákveðin hlut, og eins og þarna, að ég var alltaf að gera það sama og sama aftur, og mér datt í hug bara bæna lífið að stundum vantar boginn ventil einhvers staðar í staðinn fyrir að stillingin okkar sé vitlaus, að við þurfum að spyrja heilagan anda, hvernig á ég að biðja hérna? En ég gafst ekki upp, ég hélt áfram þangað til ég fann hvað var að, það voru konið 2 dagar. Og ég var pirraður á þessu og allt það, en ég gafst ekki upp og bíllinn fór í gang. Og stundum dettur mér í hug, þið veitir svona Ford-bílar, það er einhver kall kaupi bíl og hann rífur hann alveg í einingar, og svo hann kannski mörg ár að gera hann upp. En hann heldur áfram og hann heldur áfram og hann eyðir kannski klukkutíma á dag eða, en það eru 2 leiðir. Hann gæti fengið sér mannskap í þetta og klára verkið á viku og þá klárast það, en hann gæti líka 1 klukkutíma á dag og verið kannski 2 ár, og sjáðu til, við getum verið með bænastundir hérna 1 sinni í viku eða 2 í viku, og þá klárum við verkið kannski á miklu hægar heldur en ef við værum með bænavakt allan sólarhringinn, en samt sem áður, ef við gerum eitthvað, þá kemur að því að gegnumbrotið kemur ef við gefumst ekki upp. Hvort sem það er 1 sinni 2 í viku eða 24/7, og að þá kemur gegnumbrotið fyrir rest. Og það er þessi nauðsyn sem mér finnst að biðja fyrir þjóðin okkar og biðja fyrir Ísrael, biðja fyrir Úkraínu. Ég trúi því að það hafi áhrif. Og það er hérna að lokum, það voru 3 konungar í sambandi við það að við eigum að biðja.
hann Asa í annarri Krónikubók 14. kafla, önnur Krónikubók 14, 9-13, að Sera blálendingur, hann fór á mót honum með 1.000.000 manna her. Hann fór á mót honum með 1.000.000 manna her. Og það sem að Asa gerði, hann byrjaði að leita Guðs. Og Guð sagði honum hvað hann ætti að gera. Ef við förum í síðar í Krónikubók, þetta 14. Það segir hérna, Sera blálendingur fór í móti þeim með 1.000.000 hermanna, 300 vagna og komst til Maresa. Fór Asa út í móti honum, fylltu þeir sér til orustu í Sefaddal. Og Asa ákallaði drottin Guð sín og sagði, drottin, enginn getur hjálpað nema hjálpa lítil magnanum gegn hinum voldugu. Hjálpa þú oss, drottin Guð vor, því að við þig styðjumst við og í þínu nafni höfum við farið á móti þessum mannfjölda. Drottin, þú ert vor Guð, gagvart þér dauðlegur maðurinn máttvana. Drottin lét blálendinga bíða ósigur fyrir Asa og fyrir Júdamönnum. En Asa og lið það með honum var, veittu þeim eftirför til gerar og féll lið af blálendingum svo að enginn þeirra var eftir á lífi því að þeir fjallu umvörpum fyrir drottni og fyrir her hans. Höfðu þeir þaðan afar mikið herfang. Þetta sjáum við bara að Guð grípur inn í. Það eru 3 svona sögur og svo ég búinn. Mér langar bara að sýna okkur að Guð, hann var í gamla sáttmála, hann í nýja sáttmála og það skiptir máli að þegar þjóðir í stríði að leita Guðs. Það var Hiskía, það í annarri Krónikubók, það önnur Krónikubók, 32, 20. Og forsagan svo að Sanherib Assýríu konungur hafði komið gegn þeim og hann smánaði Guðs þjóð, smánaði Hiskía, og vegna þess að hann hafði unnið margar þjóðir þarna í kring. En það sem Hiskía gerir og Jesaja spámaður með honum, vers 20, þá Hiskía konungur og Jesaja spámaður Amosson báðust fyrir út af þessu og hrópuðu til himins, þá sendi drottin engil. Hann sendi engil og drap hann alla kappa, höfuðsmenn og herforingja í herbúðum Assýríu konungs. Sumir myndu segja í dag að þetta væri bara bull og þetta væri bara svona þjóðsögur. En þetta ritningin og við trúum því að þessar sögur séu rétt skráðar og sannar. Jesaja spámaður og Hiskía þeir báðu saman og Guð sendi engil og gaf sigur. Og svo það hann Jósafat, það 20. kaflinn, Jósafat, Móabítar og Ammónítar komu á móti honum, þetta 20. kafli 1. vers, og fóru á móti Jósafat til bardaga. Svo lesum við 3. versið, þá var Jósafat hræddur og tók að leita drottins. Það stundum gott að vera hræddur og bara byrja að leita Guðs. Hann lét boða föstu allan Júda, þá söfnuðust Júdamenn saman til að leita drottins. Og komu menn einnig úr öllum Júdaborgum til að leita drottins. Og í versi 22 lesum við að Guð, við lesum hérna í milli að Guð sagði þeim að fara út og þeir áttu að skipa lofgjörðasveit sem færi á undan hernum. Svo lesum við þeir hófu fagnaðarópið og lofsöngin, setti drottin launsátur móti Ammónítum, Móabítum, Seirfjallabúum þeir fóru í móti Júda og þeir biðu ósigur. Amen. Þannig að við sjáum hér 3 konunga sem báðu til drottins og Guð gaf sigur. Og ég hef beðið fyrir Ísrael núna að þeir mættu leita drottins vegna þess að það orð í Sálmi 84 minni mig sem segir að ef við leitum hans, þá mun drottin skjótt lægja óvini okkar. Þannig að Jesús hann sagði að við byggjum til þess að fögnuður okkar verði fullkomin. Og ég held að sé bara gott að við minnum okkur á það að hann vill að við
brjótumst í gegn. Það mótstaða í bæninni og við þurfum að skilja það. Það kemur stundum kemur þetta 1, 2 og 3, stundum þurfum við að bíða með lokaðan munnin í 5 daga eða það þurfti hann að gera. En það er bara svo gott að minna okkur á að það stundum létt en stundum þarf að brjótast í gegn. Og það eins og með vegaframkvæmdir. Stundum þarf að fara í gegnum löng fjöll, en stundum það bara smá lækjarspræna sem þarf að brúa. Og þetta eins í bæninni að við þurfum að leyfa Jesú að kenna okkur. Og kirkjan bænahús og hún á að þjóna Guði almáttugum. Og ef að Norður-Kóreu hermennirnir sem eru guðleysingjar trúa á kraft bænarinnar, að þá megum við líka gjöra svo. Og hlýta orðum Páls í Kólossabréfinu að vera stöðug og staðföst í bæninni. Amen. Takk Jesús. Þannig að við ætlum bara að ljúka þessari útsendingu hérðan í dag og við bara þökkum ykkur sem hafi verið að fylgjast með og byggjum Guð að blessa ykkur og við segjum bara að Jesús Kristur, hann svarið og án hans erum við ekkert. Amen. En mér langar að lokum að við byggjum, ef að þú ert með bænarefni sem að þér finnst þú hafa verið að berjast við og ekki fengi svar, þá ætlum við að standa saman hér í dag og segja Drottinn, þú svarar. Þú sagðir sá öðla sem biður, sá finnur sem leitar fyrir þeim sem á knýr mun upploki verða og stundum auðveldara fyrir 2 að velta steini heldur en 1 og þess vegna eigum við fyrirheitum að hvað sem þeir eru sammála mun Guð veita þeim. Mér langar líka að við byggjum sérstaklega fyrir Ísrael núna á þessum degi að Guðs hönd megi vera yfir ráðamönnum Benjamin Netanyahu og ríkisstjórn Ísraels vegna þess að djöfullinn hann hefur verið með sitt masterplan til þess að ófræja Ísrael, til þess að ljúga, til þess að stela, til þess að slátra og eyða. En við skulum, ef þið viljið biðja með mér kannski fyrir Ísrael, í Jesú nafni, að Guð hann sendi engla sína og bara sæki gíslana, vegna þess að þetta mjög ósanngjarnt stríð. Sumum finnst að vera ósanngjarnt gagnvart Palestínu, en ég segi það mjög ósanngjarnt gagnvart Ísrael. Vegna þess að lýðræðisríki getur ekki leyft sér það sem hryðjuverkasamtök gera. Drottinn, við biðjum þig visku, við biðjum þig vísdóm fyrir Benjamin Netanyahu. Ég biðji Drottinn minn og Guð minn fyrir Ísraelsku þjóðinni, ég biðji fyrir ríkisstjórninni þeirra og ég biðji fyrir hermönnunum þeirra og Drottinn, það bæn mín að engill þinn megi stiga niður og fara og finna, leita upp í gíslana því að þú Drottinn veist hvar þeir eru í nafni Jesú. Það bæn mín Faðir Guð að andi þinn komi, englar þínir Drottinn minn, þeir vísi leiðina og Faðir, viltu Drottinn enda þetta stríð, vilt þú skapa rugling í herbúðum óvinarins Faðir Guð og það bæn mín Faðir Guð að það megi koma vakning og vitjunar tímar. Drottinn, við höfum séð fólk frá Gaza sem dýrlega frelsað. Drottinn, vilt þú gefa vitjunar tíma, Drottinn, og vakningatíma meðal múslima Faðir Guð í nafni Jesú. En umfram allt Drottinn, viltu gefa náð, Drottinn, og viltu opinbera lygina, viltu opinbera falsið, viltu fletta ofan af, Drottinn, lygum, Hamasliða, Drottinn, og viltu sýna, Drottinn, hvað að gerast þarna í raun og veru. Faðir Guð, komi ríki þitt, verði viljið þinn, Drottinn, á Gaza, Drottinn, í Ísrael, Faðir Guð, Líbanon, Faðir Guð, Drottinn, í Úkraínu, Faðir Guð. Viltu stöðva þá styrjöld líka, Faðir, í Jesú heilaga blessaða